Iðnaðarráðherra segir að stjórnvöld muni ekki standa í vegi fyrir byggingu álvers í Helguvík en segir þó að framkoma Norðuráls mætti vera betri. Páll Ketilsson var á opnum fundi með Össuri Skarphéðinssyni. Össur lék á alls oddi á fundinum í Keflavík í gærkvöldi og sagði að hagvöxtur yrði mestur á Suðurnesjum í náinni framtíð. Og hvað varðar álver í Helguvík sagði iðnaðarráðherra að það yrði ekki stöðvað nema með lagabreytingu. Iðnaðarráðherra sagði að möguleika Suðurnesjumanna væru gríðarlegir í tengslu við græna orku, háskólan á gamla varnarsvæðinu og mikinn vöxt í kringum flugstarfsemi við Leifsstöð. Reglunar eru bara þannig, það er ekki lengur Alþingi sem að gefur leyfi fyrir því að reisa stóriðju. Það er fyrst og fremst ákvörðun sveitarfélagana og fyrirtækjana, en ef menn ætla að taka þá ákvörðun þá er þetta að leysa öll vandamálin sem er á vegi þess að reisa slíkt. Núna finnst mér, og það er kannski ekkit skrítið eins og vindarnir blása í efnahagslífinu, að það séu ákala margir sem eru hlindir álveri eða hlindari álveri heldur en til dæmis fyrir kosningar. Bara ískalt mat að þá tel ég líkurnar hafa aukist á því, en það ræðst af því hvort að menn geta fundið orku hér sem að dugar, og svo finnst mér í hreinskilni sagt að Norðurál ætti kannski að vera örlítið diplomatískara í samskiptum við umheiminn, menn verða að reyna að ná sátt svona hluti, að minnst tala sig niður á einhvers konar samnefnara. Ég hafði ekki hugmynd það sem iðnaðarráðherra að það stæði til að fara í framkvæmdir hér daginn. Mér fannst það mjög skrítið.